Herðu, langt síðan heyrt í þér, hvað að frétta, fórstu í réttir? Heyrðu, ég komst ekki réttir, það var verið að skýra hjá fjölskyldunum minni. Já. Sem var að skýra, þannig ég mistaði því. En það voru rosa skemmtilega réttir, sérstaklega í Ölfusrétt þetta 9. Það voru víðar síðustu helgi. Já. Í minni Reykjadalsins. Til hamingju með það. Þannig að það var ansi flott viðburður og fullt af ferðamönnum sem komu og fylgdust með og með mikla gleði. Verður ekki bara fara hægt að selja inn á þetta bara? Það er alltaf hugmynd. Ekki allt gert í dag? Jú, það er allt reynt í dag. Ferðamenn gera ýmislegt til þess að upplifa eitthvað skemmtilegt? Já, segðu. Þetta er náttúrulega bara alveg alíslenskt, þannig að ferðamenninu fá að upplifa þetta þarna. Það er alveg yndislegt að leifa að kynnast okkar arfleif. Já, fá svo að velja sér skrokk og taka með heim. Það er hægt að skoða það með sölun inn á þetta. Já, segðu. En hvað er að frétta annars úr Ölfusinu? Herðu, það er bara allt gengur sinn vana gang eins og er en við erum með mjög skemmtilegt golfmót næstu helgi. Já. Það er viti bændaglíma golfklúbbsins. Þið eru þetta með frábæran golfvöll þarna? Já, mjög skemmtilega golfvöll og þetta er svona loka mótið alltaf hjá golfklúbbnum og þetta er svona pínu sprell. Þannig að það eru gerðar ýmsar þrautir við teigarna, þannig að stundum hefur verið setið á plaststól þegar þetta slá, tikið Happy Gilmore skotið að þið kannstu það. Já, maður tekið gott til upp. Já, þetta er svona sprell mótið, þannig að það er hægt að skrá sig á það og mjög skemmtilegt mót ef að fólk hefur áhuga á því. Hvað er hægt að skrá sig? Það er inn á golf.is. Ok. Og svo inn á hafnafréttir.is er líka netfang hjá mótstjórunum og að næstum hægt að hafa samband við ef að það er betra en að fara inn á golf.is. Já, frábært. Ertu eitthvað sjálf í golfinu? Ég er aðeins í golfinu. Maðurinn minn er mikill golfari og er PGA golfkennari, þannig að ég hef svona verið af og á. Æja, þú kemst ekkert hjá því þá? Nei, í raunin ekki. Það var bara fyrsta gjöfið þegar við kynntust. Það var bleikt golfsett og bara gjör svo vel. Frábært. En veistu, þetta er mjög skemmtileg íþrótt og skemmtilegt hobby, ef maður getur sagt það líka. Já, alveg hygglust. Og þetta er líka skemmtilegt upp á það að njóta náttúrunar og félagskap, svo þetta er svona akkurat íþrótt allavega fyrir mig. Já, algjörlega. Ekkert stress? Nei, nákvæmlega. Eru þið með eitthvað í bókasafninu núna í þessu mánuði? Það er sýning núna í gangi út í september með henni Sigurbjörgu Eyjálfsdóttur og svo núna 7. október þá opnum við nýja sýningu með Róberti Karli Ingimundarsson. Hann ætlar að vera með ljósmyndasýningu. Ok. Þannig ég segi ykkur kannski aðeins betur frá því í næstu viku þegar ég komið meiri upplýsingar en við opnum hana fyrsta 50 dag í október sem er þarna 7. Frábært. Þannig að svo er alltaf bara nóga bókum og kósið heitum á bókasafninu fyrir fólk að kíkja á. Já, segðu sérstaklega svona þegar að fyrstu haustlæðirnar eru farnar að banka upp á, þá er nú fínt að vera með góða bók í sófanum. Alveg hygglust, svo fyrir að styttast í jólabókaflóðið, þannig að það er nú ekki langt í það, skal að segja þér. Nei, ég myndi búast við að fara að hrynja inn svona í byrjun með október bækurnar, þannig að það verður gaman að lesa. Það eru 100 dagar eftir þessu ári og teltu nú. Já, við náttúr. Þetta flýgur. Þetta flýgur, alveg hyggilegt. Það er bara þannig. En allt gengur bara sín vanlega ganga eins og þú segir og bara fínt að frétta frá okkur. Já, allt gott að frétta hjá. Það er glæsilegt. Takk fyrir þetta, við heyrumst aftur í viku. Já, gera það. Takk. Bless.